þetta dulbúið umburlendi, því við erum svo umburlend og lítil í okkur, sko, gagnvart öðrum þjóðum. En ég hef nú bæði skrifað það og sagt það, að þegar betur er að gáð, þá er þetta ekkert annað en mannfyrirlitning. Við erum hér með reglur og viðmið og gildi í íslensku samfélagi og við segjum að það gildir að sama alla. Við gerum sömu kröfur til allra. En svo kemur hérna fólk frá ákveðnum heimshlutum og ákveðnum menningarsvæðum og við gefum þeim afslátt og með því erum við að segja við getum ekki haldið þessu fólki upp á sama standard. Við erum ófærum það. Við erum ófærum að fara eftir okkur lögum og reglum og við erum að gjörbreyta þessu viðhorfi. Og þetta sem að þú ert að lýsa, þetta er maður búin að heyra, ég var nú sjálf starfaði nú með börnum og unglingum í Breiðholti, í Efra-Breiðholti í áraraðir. Þannig ég þekki þetta nú ágætlega og hef fylgst með þessu, vel með þessu. Tala þetta bæði við starfsfólk og foreldra sem búa þessum svæðum. Þetta er ekki bara í Breiðholti, þetta er bara mjög slæmt í fleiri hverfum borgarinnar. Ástandið er orðið gjörsamlega stjórnlaust víða og það kemur nákvæmlega til út af þessu. Og það eru svo margir búin að vara við þessu, meðalans lögregluþjónar sem hafa lýst því að þeir hafa verið að lendi í vandræðum með að framfylgja löggæslu, að þeir hafa mætt mótstöðu, menningarlegri mótstöðu. Hvað er það? Er það allt í orðið sakaruppgjöf á Íslandi? Menning, ómenning segi ég. Því að við höfum leyft þessu að viðgangast. Við munum eftir því að nokkur ára gamli dæmi þegar að það fór fréttakona, ég held að hvað það var ekki á Ríkisútvarpinu og ætla að taka að tala einhvern trúarleiðtoga í Moskvu í Íslandi sem neitaði að ræða við hana, sko. Við höfum bara tekið þessu sem góð og gildu. Svona virkar bara ekki Íslands samfélag og ef að fólk er ósátt við það, þá þarf það bara alls ekki vera hérna og það er bara nóg stöðum í heiminum þar sem þetta fólk getur hagað sig með þessum hætti og við erum með þessi fráleitu fornlegu viðhorfssýn.